Sæl veriði, Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi kallaður. Ég er togaraskipstjóri og andstæðingur kvótakerfisins. Það er ljótt ástandið á Íslandi núna 6 árum eftir hrun. Þar sem við sitjum í súpu vitlausra ákvarðanatakna af spilltum stjórnvöldum og horfum svo á það núna gera grín að okkur á þinginu. Gera grín að því að við skildum hafa reynt að koma okkur upp nýrri stjórnarskrá þar sem við voguðum okkur að biðja aukin völd. Að biðja að okkur yrði fært aðhald á stjórn landsins. Við búum hérna við það, þrátt fyrir 6 ára góðæri í hafinu, góða markaðsstöðu á okkar helstu mörkuðum fyrir fiskafurðir, að það er að hrynja þjóðfélagið. Við getum ekki samið, við höfum ekki efni á að semja við læknana okkar. Hvernig sem stendur á því? Jú, við erum ekki að þéna peningan okkar. Með 50% gengisfellingu siglir útgerðin í burtu með gróðan af fiskveiðunum. Klíkan innan LÍÚ kemst enn á upp með það að koma í veg fyrir að við fiskum fiskinn sem syndir hér fyrir utan. Hvað er að okkur? Þetta er okkur að kenna. Við kjósum þetta fólk, en vitið þið hvað? Við getum líka rekið það og við eigum að reka það. Núna eigum við að taka stjórnina. Þessu verður að ljúka. Fólk er að deyja. Það bara sveltur ekki. Núna er fólk að deyja. Og við gerum ekki neitt. Ætlum við bara að fara að halda heilög jól. Og fólk er að deyja. Á meðan kvótapúkinn veður kaupaldur fyrirtæki heima og erlendis. Fyrir milljarða á milljarð ofan. Og fólk fer að röflum, já við ættum að taka veiðigjöldin. Veiðigjöld koma þess ekki nokkuð skapaðan hlut við, þau myndu engu breyta. Við þurfum rétt gengi krónunar. Gengi sem fyrrverandi stjórnvöld og núverandi stjórnvöld standa vörð til þess að færa peningana frá okkur í vasa kvótapúkana. Ef að þið skiljið ekki mál mitt, farið þá í skóla. Skóla lífsins. Við þurfum ekki að finna upp hjólið til þess að sjá að hér er vitlaust gefið og það er staðið á Alþingi er staðinn vörður misvægið í þjóðfélaginu, óréttlætið í þjóðfélaginu, mannréttinda sáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir okkur að þetta er órétti. Mannréttindin eru brotin á okkar landi og þið sitjið á raskatinu og gerið ekki neitt. Förum að gera eitthvað. Þetta er í okkar ábyrgð. Takk fyrir.